Í dag ætlum við að læra landrekskenninguna og í framhaldi flekakenninguna yfirborð jarðar. Þessa kenningu má rekja aftur til þess þegar menn uppgötvuðu nýja heiminn, uppgötvuðu sem sagt Ameríku. Líklega var fyrsti maðurinn til að taka eftir undarlegri tilviljun Francis Bacon, heimspekingur og vísindamaður, sem benti á það eða skrifaði að strendur nýja og gamla heimsins, sem sagt Evrópu, Afríku öðrum megin og Ameríku hinum megin, virtust passa undarlega vel saman. Í sjálfu sér þarf það ekki að tákna neitt. Það er til dæmis, gæti verið bara tilviljun. Það er til dæmis mjög undarleg tilviljun að tunglið og sólin skuli vera eiginlega nákvæmlega jafn stór séð frá jörðu. Samt er sólin alltaf miklu stærri. Það bara hittist svona á og mjög varasamt að fara að lesa eitthvað meira út úr því að búið til einhverja vísindalega kenningu að sé einhver ástæða fyrir því. Því tilviljan eiga sér alveg stað í náttúrunni. En árið 1858 þá var gefin út bók í París í Frakklandi eftir Antonio Snider Pellegrini, þar sem hann taldi sig vera að fletta ofan á ákveðnum leyndardómum í sköpun heimsins, og bókin hét meira að segja leyndardómar sköpunarinnar afhjúpaðir, eða leyndarmálin afhjúpuð. Og þetta var svona hálf vísindaleg kenning. Hann benti á og teiknaði þessa mynd sem við sjáum þarna, sem er líklega fyrsta myndin af þessu fyrirbæri, að ef þú tækir Suður-Ameríku og Norður-Ameríku og bara ýttir þeim upp að Afríku og Evrópu, að þá virtust að smell passa saman. Og hann hélt því fram og rökstuddi það með steingervingum. Þannig að þetta er svona hálf vísindaleg kenning. Hann rökstuddi það að það fyndust á mismunandi meginlöndum sömu steingervingarnir, sem benti til þess að hugsanlega hefði þetta verið fast saman áður fyrr. Og hann sagði í þessari bók að þetta hefði gerst út af syndaflóðinu, Nóaflóðinu, að í syndaflóðinu hefðu löndin rifnað í sundur með einhverjum hætti. Svo líður tíminn og það fara að nálgast 19. öldina. Við erum komið fram yfir 1880 þegar Edward Source kemur fram með kenningu, mjög nákvæmt rökstudda kenningu, þar sem byggir ekki síst á því að það fundust steingervingar af nú útdauðum burkna, Glossopteris burkna, sem fannst í Suður-Ameríku, Afríku, Indlandi, Ástralíu og hann fór að púsla þessum meginlöndum saman, þar sem að þessi steingervingar, þessar burkna höfðu fundist, og teiknaði upp ofurmeginland, Gondwanaland, og færði rök fyrir því að einhver tíman í fyrndinni hefðu þessi meginlönd verið föst saman með þessum hætti. Svo hefði verið annað ofurmeginland með þeim löndum sem eru norðar á hnettinum. Þetta eru sem sagt löndin þar sem þessi burkni óx, og eru löndin sem nú eru flest öll að einhverju eða öllu leyti á suðurhveli jarðar. Sá sem í raun og veru, eins og þeir orðaði í bókinni, splæsti saman alla þessa þræði, tók allar þessar röksemdir saman, var þjóðverinn Alfred Wegener. Þetta var stjörnufræðingur sem fannst stjörnufræði ekki nógu spennandi fræðigrein vegna þess að það var svo lítið að gerast og hann vildi ekki vera fastur inn á einhverju stjörnurannsóknarstöð. Þannig að hann vildi vera á ferðinni. Veðurfræðingur líka, var aðalega í veðurfræði og jarðfræði, fór margar ferðir á Grænlandsjökul meðans til að rannsaka loftstrauma í loftbelgjum. Hann dó á Grænlandi í síðustu ferðinni sinni 1930, en hann safnaði þessu öllu saman og bjó til landrekskenninguna. Það er, safnaði saman í eina vísindalega kenningu að meginlöndin hefðu verið að færast til. Og hann bjó til hugtakið Pangea úr orðunum Pan og Gaia, grísku orðunum, þar sem Pan þýðir svona allt eða heildin og Gaia er móðir jörð, og fullyrt í þessari bók sem hét Uppruni meginlandanna og hafanna að áður fyrr hefðu öll þessi lönd myndað eina og eitt ofur meginland, Pangeu, og Gondwanaland er þá partur af þessari Pangeu, sem síðan hefði færst og liðast í sundur.
og hann tíndi til öll þau rök sem þá voru aðgengileg þetta jarðfræðileg rök, líffræðileg rök og svo þessi augljósu útlitsrök. Kenningin hans var bara ekkert samþykkt og hún var ekki samþykkt vegna þess að hann gat ekki svarað einni grundvallar spurningu eða kenningin svaraði ekki aðal spurningunni. Af hverju ætti þetta að gerast? Af hverju ættu meginlöndin að vera að færast svona til? Jú, þú getur fullyrt að þau hafi gert það, þú getur fullyrt að þú hafi fullt af rökum fyrir að hafi gert það, en af hverju ætti það hafa gerst? Og nú getur haft í huga Pellegrini, eða Snyder Pellegrini taldi sig svara þessu með því að þetta hefði gerst út af syndaflóðinu, þaðan hefði komið orkan eða krafturinn sem að reif meginlöndin í sundur. Wegener hafði ekkert slíkt svar. Löndin myndi aldrei rifna í sundur af sjálfu sér, þau myndi aldrei og gengur ekki upp að fjalli og svo milljón árum seinna í fjalli bara búið að breytast í 2 fjöll og margir kílómetrar á milli þeirra. Það gerist ekkert nema þessi einhverju kraftaraverki og Wegener var ekki með næg svör við því hverju þessi kraftar ætti að vera. Þó voru til vísbendingar sem átti eftir að sauma saman í eina heildstæða mynd. Það leyti sem Wegener að fæðast höfðu símamenn tekið eftir því þegar lögðu símaþráðinn milli Írlands og Nýfundnalands, eða Evrópu og Ameríku, að í miðju hafinu reyndist vera eitthvað skrítið. Það var eitthvað þarna, það var einhver svona fjallgarður með einhverja gjá út í miðju hafi og svo tókum við reyndar eftir því að það voru svona fjallgarðar, gríðarstórir fjallgarðar í öllum hinum úthöfunum líka. Sumstaðar stóðu þessir fjallgarðar upp úr sjónum og mynduðu svona sléttur eins og til dæmis á Íslandi. Men með segulrannsóknum tókst mér líka sýna fram á að vegna þess að þegar að berg heitt, að í sömu bergi eru segulmagnaðar eindir sem hægt að láta miða, ef þú tekur segul þá færast það og miða á segulinn og ef þú tekur enga segul þá miðaði bara norðurpólinn, að það var hægt að finna berg á mismunandi stöðum þar sem að segulnálarnar bentu í sitthvora áttina og norðurpóllinn við vitum að þegar að bergið var til þá miðaði bara á norðurpólinn og það var vísbending það að bergið hefði færst til. En það sem kannski gerði útslagið og útskýrði þetta var að þegar að við fórum að aldursgreina berg þá komist menn að því að við þessa neðansjávarhryggi sem liggja þvert og kruss alla jörðina eins og minnstur og tennisbolta, að þar yngra berg heldur en fjær þeim og það sem meira að bergið verður eldra eftir því sem kemur lengra frá þessum hryggjum. Og það var Bandaríkjamaðurinn Harry Hayes sem raðaði þessu saman í eina mynd og benti á að það sem líklega að gerast það að þar sem að jörðin samsett úr flekum og á mörkum flekana geta verið svona hryggir, þar nýtt hraun að ryðjast upp úr jörðinni, upp úr mettlinum, það möttull seigfljótandi svona hraunkös sem að jarðskorpan liggur ofan á. Þegar hraunið treður sér þar upp, þá einfaldlega þarf flekin sem fyrir að ýtast til hliðar. Og það hitinn innan í jörðinni og hreyfingin í mettlinum sem orkan sem lætur þetta allt eiga sér stað. Og þess vegna hreyfast meginlöndin því þau sitja á svona flekum sem að færast til vegna þess að nýtt hraun að tróða sér upp á milli. Og við Íslendingar, vegna sem við búum á mörkum tveggja svona fleka, Norður-Ameríkuflekans og Evrópuflekans, að við þekkjum þetta mæta vel, við sjáum þessa hreyfingu, við höfum séð að Ísland að gliðna í sundur með föstum hraða, svona yfir lengra tímabil, kannski gerist ekkert í 100 ár og svo kemur stór hreyfing og með tilheyrandi jarðskjálftum og það miðað við það að hreyfingin á flekunum í sundur hér á Íslandi og víðast hvar sirka sá hraði sem neglurnar á okkur vaxa. Þetta það bil 1 cm á ári í hvora átt sem Ísland að gliðna í sundur. Það ekki gat í miðjunni vegna þess að þar sem þetta gerist, þar kemur upp nýtt efni í eldgosum. En það geta alveg komið sprungur á yfirborðið samt sem áður. Og í dag flekakenningin viðurkennd og grundvöllur allra nútíma jarðfræði.
Og það segir sér sjálft að ef það eru flekar á jörðinni og þeir eru að færast til, þá geta verið þrenns konar flekamörk. Það geta verið mörk þar sem að tveir flekar eru að strjúkast saman, annar á leiðinni upp og hinn niður. Það geta verið mörk þar sem flekarnir eru að rifna í sundur eins og á Íslandi. En svo geta við líka verið mörk þar sem að annar flekar eru að klessa saman. Og þar myndi annar flekin fara undir hinn og þegar það gerist þá krumpast upp fjöll. Himalajafjöll, stærsti fjallgarður í heimi, hann til dæmis tilkominn vegna þess að Indland er að klessa á Evrasíuflekann og þá krumpast upp Himalajafjöll. Og ef þið skoðið hnattlíkan eða hnöttin í forriti, þá sjáið að stærstu fjallgarðar heims eru allir þar sem að fleki er að klessa á annan fleka og krumpa upp þessum fjöllum.